ég klár. Marvin, þessi leikur, einhvern veginn bara stemningin og rugli, bara hvað fer gennum hausina þetta svona leik? Herðu, bara gleði sko, þetta var alveg ótrúlega gaman að spila hann leik og fáránleg stemning í þessu húsi og bara bæði þú skilur fyrir að koma með allan stuðning. 14-0 eftir örfáum mínútur. Já, 15 held ég meira að segja. Já, og hvað gerist hjá okkur þar? Við bara skiptum okkur gömlu köllunum inn og við svona aðeins fórum að saxa á það og fengum smá stemningu og svo allt í einu vorum við bara komnir yfir og bara orðin leikur. Hvað finnst þið svona skapan sigur fyrir ykkur? Ég held að það er tímanlaust bara liðsheildin, það er enginn að skora eitthvað afgerandi, sjáumst með 19. En þú veist, það er allir að leggja einhvað að mörkum og svo var þetta bara alveg góðu varnarleikur og stemning, við heitum úr stemningsskotum og þorfum þegar á reyndi. Þið eru náttúrulega báðir þjálfarar svolítið taktískir og þið eru mjög greinilega að leyfa ákveðnum leikmönnum að skjóta og annað og það er bara að ganga. Já, búið að ganga allar fyrstu 2 leikjunum, það eru nokkri sem eru greinilega með ekkert sjálfstraust í skotunum og þessi taktík er að virka fyrir stærra. Þeir hljóta að koma með einhverja breytingar, þá komum við bara með eitthvað á móti. Getum við verið í þessum skák, hvernig er svona tilfinningin að vera í þessum skák og máta alltaf? Þetta er bara ógeðslega gaman, þú veist, þessi úrslitakeppni, þetta er allt annað level. Þú veist, oft á tíðum eru leikirnir hérna á Reykjavík síðan bara hundleiðilegir og engin stemning og veist hvernig þetta er. Og þetta er bara allt annað. Þetta er svo miklu skemmtilegra, miklu taktískara, að vera allir leikmenn einhvern veginn betri og allt skemmtilegra. Þið eru fyrsta liðið sem vinnur hér bara síðan einhvern tímann í desember og síðasta ári risastór sigur. Má ekki alveg fara að taka ykkur alvarlega í þessari baráttu? Jú, ég held að öll lið taka okkur alvarlega. Það vita allir hvað við getum og hvar við höfum verið síðustu ár svona körfuboltalega séð og þó að það verið upp og niður í vetur þá höfum við alveg mannskap og getu til þess að fara langt og við ætlum að reyna að fara eins langt og við mögulega getum. Rétt í lokin, Justin Sjárs, bara hvað er þetta að segja um það gæja? Hann er bara hjartað og sálin í þessu liði og eins og þið sjáum núna, hann kemur á bekknum í 2 leiki í röð með fáránlegt framlag, besti leikmaðurinn og hann er bara one of a kind.